kvöld, það Rauðaborðið sem tekur hér við á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hérna miðvikudaginn 11. mars ásamt honum Birni Þorláks. Sæl og blessaður. Sæl og blessuð. Þetta bara líður hratt, 11. mars, maður trúir þessu vel. Nei, það fer bara að líða páskafríi. Ég og úling sem var að telja niður í gær. Það bara, ég held að það sé bara rúmar 2 vikur. Í alvöru? Já. Einmitt. Og vorið, það er svolítið svona borið á því í dag og gær hér á höfuðborgarsvæðinu. Já. Það ekki? Jú, maður svona aðeins einhvern veginn léttar í spori og örlítið glaðari. Já, ég sammála. Og ég er svo heppinn að vakna núna við fuglasöng í Þingholtunum. Og það er alltaf skemmtilegt skref. Já, ég reyndar vakna bara við hérna svona snjóruðningsgræju alla nóttina. En það er hérna að því að eftir að ráðuneytin hérna færðu sig set og þarna inn í hérna á skólagötuna, hérna dómsmálaráðuneytið og félagsmála og einhverjir fleiri hérna atvinnuvega held ég. Þá varð svolítið svona stórt flæmi af bílastæði, svona malarbílastæði og það er einhver ofboðslega samviskusamur sem að kemur og mókar þetta sama stæði. Hann byrjar klukkan 4 á nóttinni og svo tekur hann svona round 2 klukkan 6 segi ég. Og hérna, alveg saman þótt að sé ekki snjór. Já, þannig að ég sendi honum kalda kveður. Já, ég hélt kannski líka þú ætlaðir að segja að þú vaknaðir við nagladekkin bryðjandi malbyggið. Já, einmitt, svo er það auðvitað það líka. Það er sársaukafull tónlist. Já. Og ég held sé allt í lagi að bara benda fólki á það líkurnar á, sérstaklega fólk ætlar ekki að ferðast utan höfuðborgarsvæðisins, eitthvað norður í land þar sem að er von á snjó náttúrulega töluvert lengur fram eftir ári heldur en hér, þá held ég að við ættum þau sem á nagladekkjum ættur aðeins að reyna í umhverfismálin sko og náttúrulega slítið á götunum. Akkurat. Herðu, það eru svona ýmislegt hér á dagskráni í kvöld, en við ætlum aðeins að hérna svona velta fyrir okkur svona fréttum dagsins og þessu svona helsta sem að er í gangi, það eru þetta Evrópusambandið. Ég held að það bara fer ekki fram hjá neinum. Ég er hætt að fara inn á samskiptamiðla bara núna síðustu 2 daga því að það er ekkert hægt að... Já, þú ert þar. Já, ég er alveg komin á. Já, Gunnar Smári, okkar samstarfsmaður, hafði spáð í að þjóðin yrði bara drepin úr leiðindum núna næstu mánuði og ef það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst, þá verður hún kannski áfram drepin úr leiðindum að minnst kosti 1,5 ári viðbót sem er tíminn sem þær segja að þetta gæti gengið. Mér veist það nú reyndar svolítið skammur tími, ég er náttúrulega vonaði að þetta tekið lengri tíma. Akkurat, þetta getur tekið, ég meina alveg hátt í 10 ár að ná fullri innleiðingu hérna með svona öllum samningsatriðum sá ég eitthvað staðar. Já, er það? Já, en það er nú kannski einstæmi, ég veit ekki, svo fer það náttúrulega bara eftir því hversu langt á veg fyrri umræður voru komnar og svona. En ég skil vel sko þessa afstöðu að einmitt bara eyða sjálfum sér á samfélagsmiðlum bara núna næstu misserin og allt það. En það er kannski ekki alveg sjálfbært til framtíðar sko. Nei. Að við erum hér á Samstöðinni aðeins að reyna að bæta umræðuna og í gær þá voru 2 viðtöl ESB sem við fluttum sem að mér fannst bæði svona bara blönduð og yfirveguð. Það var ekki bara dregin fram önnur hliðin og ég held við höldum því áfram í kvöld. Við erum að reyna það að afrugla þessa ofstækis umræðu á milli neyjara og jáara. Þannig að þótt að þessi leiðinlegt, ég tek undir það að maður les alveg rosalega mikið af bulli. Já, ég held að sé aðalega þessi polarisering sko, sem að einkennir alla samfélagsumræðu og þetta er ekki á það bætandi. Það er já og nei núna einhvern veginn og sko bara nývarnir sem rýtingarnir sem ganga á milli fólks á Facebook og í svona kommentakerfum fjölmiðlana. Þetta er eiginlega bara alveg með ólíkindum. Sko. Já, orðin svo landráða fólk notað og þetta er sko umhugsunarefni hvað til dæmis þeir sem ættu að ganga undan með góðu fordæmi sem eru þjóðkjörnir þingmenn hvað þeir eru eiginlega að mörguleiti verstir sko. Í rökvillum, gífuryrðum, lygum, hreinum lygum, ofta á tíðum
og þetta strembið, þetta er skrýtin tími, en í ljósi þess að við höfum náttúrulega bæði marga fjöruna sopið og ég kannski aðeins lengur en þú í þessari blaðamennsku, náttúrulega eldri, en maður getur bara, ég man þau skeið þegar eiginlega var bara ekki vel séð af hálfu þeirra sem áttu landið og miðin, að blaðamenn væru bara að impra á aðild að ESB og ég held maður verða að skoða þetta í því ljósi hvað það rosalega miklir hagsmunir og mikið ofstæki undir og sögulegt margt í tengslum við þetta bundið völdum, eignatengslum og þessari rosalega kósí stöðu sem að fyrirtæki á Íslandi eru núna. Þau bara skipta á milli sín markaði, skipta á milli sín auðlindum og ég og þú, við sitjum alltaf í súpunni, en svo eru mörg önnur líka náttúrulega bara álitaefni hvað var það ESB sem að Það bara önnur elita, sko. Sem oft að skipta á milli sín byllingunum einhvern veginn. Þannig ég verði að segja eins og bara fyrir mitt leyti, sko, mér eiginlega alveg sama. Er þetta drull? Já. Þú veist að því að það ekki eins og það sé einhvern veginn ofboðslega þægilegt og einmitt og notalegt fyrir okkur að njóta auðlindana eins og staðan í dag og ég meina þá örugglega ekkert eftir að vera það í framtíðinni hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, þannig að þetta einhvern veginn svona, þú veist, þetta svolítið svona, ég ákveðin uppgjöf gagvart þessari umræðu allri. Það bara heiðarlegt sko, það heiðarlegt að gangast við því. Já, en ég auðvitað alltaf mjög tortryggin á svona hernaðarbandalög og vill helst að við svona leiðum bara með friði og séum sjálfbær. Ég reyndar mjög hrifin af þeirri hugmynd. En kannski punkturinn sem ég reyna að koma að að sko þetta rosalega svona, það rosalegt rót og þetta náttúrulega fyrst skipti frá 2013 sem það eitthvað í gangi og það 12 ár síðan, 13 ár frá 2013 og það þurfti náttúrulega vinstri stjórnina á þeim tíma til þess að taka þetta upp sem var algjört frávik í Íslandssögunni og maður þarf held ég að fara aðeins undir yfirborðið til þess að skilja heftina, peningana, öflin og mér finnst mjög gild spurning sem hefur aðeins verið fjallað hvort Íslendingar munu raunverulega sjálfir taka upplýsta afstöðu til þjóðaratkvæðisgreiðslunnar eða hvort tæknirísarnir maka fé og Bandaríkja hattur á Evrópu með tæknibreytingum og með því hvernig þau geta ráðist inn í huga okkar með því að ýta að okkur efni, skrumskjala efni, falsfréttum og öllu því eins og við vitum á fullu hvort sko þau öfl verða sigurvegari þjóðaratkvæðisgreiðslunnar með neigi sem ella hefði mögulega orðið nei. Mér finnst þetta alveg gild spurning. Ég alveg sammála þér og þessi, og einmitt eins og við segjum, með polariseringunna, fólk hefur þennan tendens að fylkja sér að bak við sínu fólki, einhvern veginn að baki sínu fólki og halda bara með þeim svona í blíðu og stríðu einhvern veginn en án þess að kannski setja sér inn í málinn sjálf. Ég held að ég sakna þess einmitt svolítið að það sé einhvern veginn svona svolítið lifandi upplýst umræða án upprópana. Ég meina skoðum þetta en tökum ákvörðun svo einmitt bara upplýst ákvörðun. Þá getur opnað samfélagsmiðlana aftur. Þá getur ég loksins, ég held að það sé bara ágætt að taka sér svolítið pásu frá þeim líka. Að því að það komið vor og svona. En að því ég nefndi Magga, hefur fylgst með vinnu heimildarinnar sem að spyrja stóra spurninga tengsl Sigmundar Davíðs, formanns Miðflokksins við vafasöm öfl. Já. Herðu, þetta þykir mér mjög áhugavert. Það heimildin segir frá því að norskur miðill hafi sagt frá þessu að ítök makarhefingarinnar annars vegar og svona íhaldsafla í Evrópu og á Norðurlöndunum séu meiri kannski heldur en að við gerum okkur grein fyrir og að svona þessi hægri undiróður sem að við höfum verið að finna fyrir, hann sé fjármagnaður af einhverjum svona fjársterkum öflum eins og Magga og þessu samhengi var nefndur einhver aðstofamaður Nigel Farage sem var með UKIP og núna með þarna, nú man ég ekki einu svona hvað hann kallast á íslensku flokkurinn hans.
Nei, og sko Sigmundur Davíð hefur ekki svarað neinum spurningum og hann svaraði ekki einu sinni spurningunni sem beint voru til hans á RÚV, hvað var það á mánudagskvöldið og þetta er áhugaverð staða. Ég myndi telja að það var ekki tæft í þessu, þá væri auðvelt að vísa þessu til föðurhúsanna. Nei, en það eru líka, þau eru nefnd þarna, eins og Hlédís Maren, hún fór sem fulltrúi Miðflokksins á einhvers konar viðburði og vegum New Direction og Nordic Sidebar á Norðurlöndunum, en þetta eru einhverju svona Nordic Republicans sem eru milliliðir við Trump og hans slekti í rauninni og Turning Point. Þetta er ekkit rosalega cool félagsskapur, ekki bara nota það, þetta er svolítið svona og einhvern veginn að horfa svo á Sigmund Davíð, ég veit ekki hvort þú fylgdist með þegar Dagur B. Eggertsson hann ber þarna í þinginu ber upp spurningu hvort að Sigmundur ætli að bera af sér þessar sakir eitthvað sérstaklega og í staðin fyrir að gera það eða bara sleppa því að svara, þá bara gerðan örugglega bara, þetta var svona eins og Trump-leikrit. Þetta var bara algjörlega eftir leikjabókinni. Það voru svívirðingar langt eftir í ættir og bara svo varu einhverja svona, þú veist, ásakanir lygar og falsfréttir og en eftir stendur að það eru heimildir fyrir því að þetta sé svo sannarlega með þessum hætti. Það verður líka viðurkennast að það er mikill valdhroki fólginn í því að segjast ekki hafa lesið þessa umfjöllun en ætla samt einhvern veginn að afgreiða hana sem drasl og það er svona, þú veist, það stutt í þessa þetta lögmæti og ólögmæti, svona jaðarmiðlar eins og Heimildin við kannski hér á Samstöðun og svona að maður finnur þetta stundum að af því að það er þarna þá þarf ég ekki að bregðast við því en öðru máli myndi gegna það ef rót þessar upplýsinga kemur frá Morgunblaðinu sem hefði nú sannlega seint gerst eða RÚV eða eitthvað svoleiðis jafnvel sín en það er margar hliðar á þessu og þú varst aðeins að nefna mig með áðan að þú ætlaði bara sjálfa að fara í þetta mál og leita upplýsingar. Já, mér langar nú bara að setja mig í samband við þennan norska blaðmann sem að að því að fyrst að það virðist sem svo að enginn í íslensku fjölmiðli hafi hreinlega bara tekið upp símann og haft samband við þannig blaðmann sem að skrifar upphaflegu fréttina og talar þar Sigmund Davíð og Miðflokkinn. Ég ætla bara að gera tilraun til þess að setja mig í samband við hana og eins þennan aðstofmann Nigel Farage sem að kemur í umboði Farage þá frá Bretlandi og svo líka Trump-hreyfingarinnar einhvern veginn til þess að ég reyna einhvern veginn að hafa áhrif á Evrópumálin. Þetta er svona ég veit ekki, þetta er svona útópist einhvern veginn en og ég verð að vita meira. Já, hljómar spennandi. Þú reynir að ná þessu en hugsaðir ef við myndum einhvern veginn að ná Trump sjálfum á Zoom á Samstöðinni. Hvað myndir þú segja, hvað var það fyrsta sem myndir segja á Trump? Já, nú þarf ég að hugsa mig Já. Hvers myndi ég spyrja fyrst? Manni líður svolítið þannig að ef maður væri komin í samband við hann þá myndi maður ekki hafa fyrir því að spyrja hann eins maður myndi fyrst bara vilja tala hans við hann og segja honum. Já, mitt. Svona kalli minn. Bara leggstu á betta og bara hætta að trufla okkur heiminum. Þetta er bara rosalega góð spurning. Ég að hugsa með aðeins betur um. Já. Ég ætla að gefa þér til morguns. Okay. Svarar að setja morgun. En að því við nefndum þessi RÚV þá sé ég að Vísir hefur nú gert frétt úr því að RÚV er komið með svona fyrirvara undir allar fréttirnar sinna. Ég tók eftir þessu í morgun og smelti nú á þennan fyrirvara eða svona disclaimer. Vinnureglur fréttir og dagskrárefni á RÚV. Stendur sér að RÚV óháð hagsmunum stjórnmála, viðskipta, opinbera aðila og einkaaðila. Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggir á trúverðuleika og óhlutdrægni. Og svo svona hlekkur með vinnureglum og þetta eru ítarlegt skjal. Og ég fór aðeins yfir þetta skjal
og það eiginlega svona eins og gerð sig grafa eitthvað skonar guðleika ef maður vinnur á RÚV. Ég veit ekki alveg hvernig Ég hef unnið á RÚV. Já, ég sé til dæmis að ég myndi aldrei fá vinnu þar. Þú myndir aldrei fá vinnu þar? Nei. Sko, þau hafa stundum, það hafa verið smá krampakippur í þessu, þau hafa stundum verið með siðareglur eða vinnureglur sem hafa verið svolítið öðruvísin og öðrum fjölmiðlum. En mér finnst það núna sko af því sem þegar ég renni yfir þetta, þau eru að ganga lengra en áður. Þau ætla auðvitað að keyra á traustinu, ná upp trausti og þau ætla að markera sig sem annan og betri fjölmiðil heldur en allt hitt. Það góðra gjalda vert, en það líka ákveðin hætta á því að sko fólk þori þá ekki einhvern veginn að vera það sjálft og þetta verði svolítið svona settlegt leikrit. En þarna RÚV líka sko, að taka sig, sko, þetta er tvíeggja sverð hérna því að RÚV líka að sko með þessu einhvern veginn að gera sig svo stórkostlega ég bara ómannlegt bara samfélagi einmitt að ef það kemur upp ég meina það óvart skrifið inn falsfrétt eða annað slíkt ég meina þá reynur allt. Þetta eru reglur í síða hérna sem tóku gildi 21. mars 2024 einmitt, ég hjá eftir því líka en þau þetta virðist hafa orðið opinbert í júní í fyrra og núna þetta eins og þú bendir rétt til að bara komin krækja við. Mér finnst þetta svolítið svona stórabróðurlegt og svolítið upphafið. Ég á eftir að rýna betur í þessar vinnureglur en við mögum ekki ganga langt í þessu. Nei. Með sama tíma og við getum náttúrulega ekki unnið hjá Almannaútvarpinu og verið hver sem sko. Nei, Heiðar hann fréttastjóri, hann segir svona, hann segir hérna á Vísi að við búum í heimi þar sem ofgnóttu upplýsingar frá óritstýrðum fjölmiðlum sem ekki lúta neinum vinnureglum eða siðareglum hvolfist yfir lesendur og menn viti ekki hvað býr að baki. Hann vill meina það, þetta sé eitthvað svona sannleika vottorð. Já, sko, ég talaði við gamlan RÚV-vara daginn. Hún benti á að það væri löngu liðin svo tíð að öndverðra sjónarmiða væri leitað í fyrstu frétt sko og það voru alls konar prinsip og vinnureglur hjá RÚV áður sem að RÚV hefur nefnilega bara poppast upp og við höfum séð hérna RÚV að sinna alls konar dægur menningu sem að áður var meira í höndum keppinauta og ekki keppinauta, þetta RÚV á enga keppinauta. RÚV með belti og axlabönd og það á hérna opinberu framfæri og RÚV eini fjölmiðlinn sem á ekki þurfa að áhyggjur af markaðsþrýstingi, auglýsinga, hagsmunum, viðskiptaöflum og öllu því. Og mér finnst sko á sama tíma og þessar hörðureglur koma þá höfum við séð í reynd RÚV færa sig meira og meira inn á svið einkamiðlana einu sinni var rætt hvort frétt væri það sem fólk þyrfti að vita og ég held að RÚV hafi einu sinni starfa svolítið eftir því að þegar við ákvæmum að birta frétt, vinna frétt, þá var það eitthvað sem okkur upplýsingaskyldan bara. Já, bara þyrft að vita. En núna sjáum við að þau skera sig að engu leyti frá einkamarkaðinum og það eru svona skúpgrettan eins og ég hef kallað það. Tímarhagsfréttir, þær hafa verið sagðar núna ástulógumálið er eitt þeirra. Vinnubröð sem að maður hefði talið að hefðu ekki verið ástunduð á miðlum eins og RÚV. Þannig að mér finnst líka ekki samræmi á milli framkvæmdar fréttastefnu í dag og þessara guðlegu Nei, það er eitt dæmi sem ég get nefnt og ég tók sérstaklega viðtal við hann Heiðar Örn fréttastjóra hérna fyrir ábyggilega 1,5 ári síðan vegna Gaza það sem ég var svona bara fyrir þessar spurningar hvort að það færi ég meina þau væri með einhvern filter á því hvaða fréttir þau væru að taka því þau nota bara ákveðnar fréttaveitur þau eru að nota AP og Reuters þau fá sem sagt bara fréttir frá miðlum sem að hafa hefur verið fært
hefur verið sannað að hérna eru nokkur hlutræðir í umfyllun sinni þegar kemur Miðausturlöndum, hérna bandarískum stjórnvöldum og þar fram til götunum. Þannig að í rauninni, sko, já, ég veit ekki, kannski ætlaðu að fara að vinna erlenda fréttir sjálf. Já, svo líka bara annað, það ágætt, sko, þú ert með kremjum sionisma á tölvunuðinni og frjáls Palestínu og við vitum alveg úr hvaða átt þú kemur. Já. Og allt sem þú segir okkur og hugsar, við erum ákveðna breytur til þess að rýna í þeim málflutning. Ég nefnilega alltaf haldið því fram að það væri bara óbærslega gott fyrir fólk að vita hvar fjölmiðlafólk stendur. Já, og engin manneskja hlutlaus og svo sem leitar í blaðamennsku aldrei hlutlaus. Það alltaf einhver meining, skoðun, samfélagspólitík í því hvernig við veljum okkur vinkla og það alveg eins með starfsmenn Ríkisútvarpsins eins og aðra. Og ég hef sagt það hérna áður og ég ætla bara að segja það aftur að góð ritstjórn á fréttastofu RÚV væri Andrés Magnússon eða Stefán Einar og Gunnar Smári við hliðina Ég veit bara ekki hvort að myndin vilja vinna með þeim. Nei, það reyndar önnur saga. Ég veit ekki hvort þið fyrir þangað en skilur hvað ég á við að ég held að Ríkisútvarpið ætti ekki að vera að filtera sig og þykjast vera háheilagt. Engin með neinar skoðanir. Ég held að þetta þvert á móti að hafa hugrekki til þess að stilla upp fréttamönnum með ólíkan bakgrunn, ólíkar skoðanir og við gætum það bara að vita úr hvaða átt væri talað. Eða við getum bara hort á samstöðuna. Svo það. En hún nú kannski eins vinsæl eins og raun ber vitni af því að við erum ekkert að reyna að fela hérna skoðanir okkar oft. Það koma bara opinberlega fram þannig að fólk getur bara annað hafnað þeim eða vera sammála þeim en það býr allavega yfir einhverjum upplýsingum. Já, en svo er þetta líka bara svona, við erum auðvitað líka bara forvitin fólki sem við ræðum við, alveg sama þótt að sjá öndverðu með því, þá ég allavega þannig að mér langar alltaf svo að skilja fólk. Ég er alveg óbúslega forvitin og mér finnst bara alveg ótrúlega tilhugsun að það séu bara einhver svona einhver svona meintir makaliðar sem bara ganga sömu götur og ég. Mér finnst þetta alveg bara ótrúlega bilað og ég vil vita allt þá. Og eitt langar mig líka að segja að ég er ekki flokkspólitískur. Ég mun skila auðu sýnist mér í borgarstjórnarkosningunum og ég hef skilað auðu í alþingiskosningum og ég veit ekkert hvaða flokki myndi kjósa í næstu alþingiskosningum. En ég er mjög samfélagspólitískur og ég sé ekki hvernig er hægt að búa yfir, ég sé ekki hvernig er hægt að hafa tök á þessu djópi ef þú ert ekki samfélagspólitískur og ef þú þykist ekki hafa einhverja hugmynd hvað sé meinsemd, hvað þyrft að ræða, hvar væri hægt að gera betur, ýmislegt varðandi jöfnuð, ójöfnuð, alls konar mál og hvaða fólk sjá við enda á fréttastofu RÚV eftir 15-20 ár verða þetta nytsamir sakleysingjar, allt saman. Skoðanalausir og hafa þá enga burði til þess að greina það sem skiptir máli það sem skiptir engum máli. Það kannski bara hægt að búa til botta. Ég meina þeir hafa nú enga skoðanir. Ég held að Heiðar vinur minn fréttastjóri ætti aðeins að pæli þessu. Já, ég er sammála. En talandi pælingar vanhæfi ráðherra, þú ætlar að ræða ýmislegt við Gísla Tryggvason. Já, réttur er settur. Þetta er liður sem er á dagskrá hér að jafnaði á 2 vikna fresti. Gísli Tryggvason lögmaður er glöggur, náttúrulega með mjög áhugaverðan feril, stjórnlagaráðsmaður og vill náttúrulega breytingar á stjórnarskráni og talsmaður neytenda fyrrum og við ræðum ýmis fréttamál meðal annars hvað hefði verið gott ef við værum búin að gera breytingar á stjórnarskráni áður við fyrir núna til ESB-ferðalag og svona hvað það þýðir það ferðalag í stjórnsýslulegu tilliti og af því þú nefndir hagsmuna áræðsturinn, ráðherrans meinta eða mögulega þá ræðum við aðeins starfsmannamál á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þar sem að forstjóri segir upp samstundis eftir að forstjórinn fær að veita að það verður ekki sjálfkrafa lengdur embættistími og það sem er klaufalegt í málunni er að Alma Möller á mann, lækni og hann hefur semst hagnast einhverja 40 milljónir held ég og þannig að þannig er fjárhæfur hennar sjálfrar komin inn í þetta minnir að einhver leiti pínlítið á Ástulóu málið þegar hún
hringir fyrirgeðu Ingu Sæland Já. málið, þegar hún hringir skólameistara og er brjáluð út af einhverjum skóm Já. sem hún hélt að væru týndir. Akkurat. Og svo fær svo samflokks ráðherra hennar sem er komin í hann segir svo, kippir ráðningarsambandinu úr sambandi við hennar skólameistararáður. Þetta er eitt af því sem við ræðum og fréttamiðlar hafa svona aðeins tiplað á þessu og kannski verið með einhverja heimild eins og þingmann Ingibjörgu Ísaksen sem hefur aðeins verið fyrirspurnir þetta á þingi, en ég veit ekki hvort þetta verður eitthvað eða þetta er allavega eitt af því sem þess verið að ræða. Þannig að réttur er settur hjá okkur Gísla, við endum þáttinn á því. Já, endum þáttinn á því, en þú ætlar að vera með íþróttir hérna líka. Já, ég er mikill baráttumaður þess að við til dæmis hættum að skilja á milli lista og íþrótta og við nálgumst listir og íþróttir einhvern veginn með svipaðar aðferð og svipuðu hugafæri. Og ég fæ hérna ansi snjallan viðmælanda. Hann heitir Erlingur Jóhannsson, íþróttafræðingur, doktorsgráð frá Noregi. Hann bjó 16 ári í fyrirheitna í Noregi sem að þeir tóku flest ólympíu verðlaun núna á vetrarólympíuleikunum, ekki fjölmennari þjóð. Og hann ætlar að fara yfir með mér annars vegar þessa íþróttamenningu sem þyrfti að vera til þess að allir geti tekið þátt og líka afreksstefnu. Og eitt af því sem kemur fram, sem ég ætla bara svona upplýsa hér og nú, er að það væri góð hugmynd að börn sem ekki vilja keppa, þau sé ekki sett í þær aðstæður að keppa. Og það er núna uppi hugmynd að þú hafir val sem foreldri barn sem vil fara í íþróttir, að þú og barnið þið bara ráðið því hvort það þurfi að keppa. Ég sem kvíðabarn, þá átti ég mjög erfitt með að vera í íþróttum einfallega vegna þess að ég höndlaði ekki að keppa. Þetta var bara alveg hryllileg. Mér fannst gaman á æfingunum og skemmtilegt með krökkunum, en ég sá fyrir mér einhvern veginn svona klúðra alltaf á móti. Ég hefði sund og svona ýmislegt annað, en þetta var mér mikið hjartasmál að fá að sleppa því að keppa, en þetta var bara ekki boðið þá. Ekki boðið þá? Nei. Þetta er mjög áhugavert þú segir þetta. Ég líka hef heitt fólk sem er svo mikið prófkvíða. Það getur ekki staðið sér vel í prófi. En alla aðra daga ársins þá myndi það fá 10. Það væri ekki raunverulega í prófi. Einmitt. Þetta var eitthvað svona að vera settur svona on the spot og í mikla, þetta var óbúslega fyrir mér, og svo ég yngri systur sem var svo mikil keppnismanneskja. Hún var í unglingalandsliðinu og var í svona einhverjum ólympíuhópi og þetta við vorum, þú veist, tiltölulega svipað uppeldi og stutt á milli okkar þannig, en bara svona ólík börn að upplægi. Ég vildi vera í félagskeppnum, en hún vildi vera að vinna mót, þannig að þetta var svona og öll börn ætti að geta passað bara með því fororði sem að börnunum finnst best. Þannig að við ætlum að fara yfir þetta. Akkurat, og svo eru reynsluboltar. Já, það er tókst það alveg bara prýðilega til. Maður veit nú aldrei hvernig svona þættir fara þegar maður blanda saman fólki sem hefur kannski ekki hist áður. En í dag þá er Árni Guðmundsson, forvarnafulltrúi, Andri Skúlason, landverndarmaður og Erna Bjarnadóttir sem að skrifa mikið núna gegn ESB. Og þau bara blönduðust ansi vel og ég vil bara meina það að umræðan sem að nokkur leiti hverfust ESB, ég bara fyrirgeðu, ég er sekur það að stýrt í þannig, en bara góð umræða og ýmislegt sem bara góma. En þú ert nú þú ætlar að fara fyrsta stað. Hvað ert þú með? Já, ég ætla að fara bara eftir auglýsingar í svona talsvert þyngri mál. Það hefur borið svo litið á því, eða það hefur verið sagt frá því að það hefur orðið fjölgun í alvarlegum brotum, kynferðisbrotum, heimilisofbeldismálum og því líku. En Jenny Kristín Valberg, teymistýra í Bjarkarhlíð, og Guðný S. Bjarnadóttir sem er stjórnarformaður Vitundar, þær ræða við mig hér án þess að fara í einstaka mál. Þá ræðum við aðeins þessi svona hópnauðgunarmál sem hafa verið að poppa hér reglulega upp í fjölmiðlum
fjölmiðlum. Eitt nýlegt frá Akureyri um helgina. Akkurat. Við fórum aðeins yfir það svona ástæðnar sem kunna að liggja á baki því þess að meintir gerendur voru ekki nefndir í gæsluvarðhald, eitthvað sem að svona margir voru mjög hissa yfir. Sérstaklega það sem að einn meintur gerandi hefur ofbeldi sögu, þannig að þetta svona, það svona margt í þessu. Það var ásetningur líklegri. Akkurat, og við ræðum þetta svona, á almennu nótunum, við erum svona svolítið að velta fyrir okkur hvað í ósköpunum getum við að gert, og ég meina það hefur ýmislegt áunnist, það svona innan kerfis eru ýmis úrræði, en samt sem áður þá virðust við ekki geta komið í veg fyrir svona hrylling og aukningu á svona hryllilegum brotum. Og þetta svona svolítið það sem við erum að ræða, en eins líka bara hvernig við eigum að taka utanum menn sem gera svona og hvernig við eigum að fá þá til að taka ábyrgð og einhvern veginn svona umlíkja þá innan samfélagsins til þess að þeir brjóta ekki af sér aftur. Þannig að það margt í þessu. Þannig að þær koma Jenny Kristín Valberg teymistýra í Berklið og Gunnýja Bjarnadóttir bara eftir örstuttar auglýsingar. Þannig að dóki ég við. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á miskunnsemi. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.